Hvað ætlarðu að verða þegar þú verður stór? Þessa spurningu fá líklega flest ungmenni. Með nýrri tækni, auknum rannsóknum og nýsköpun verða til ný störf sem tengjast sjávarútvegi enda gjöful fiskimið við landið. Íslenskur sjávarútvegur stendur sig vel á alþjóðavísu og mikil gróska í tengdum greinum og framleiðslu nýrra afurða í hátækni atvinnugreinum. Sjávarútvegurinn snýst sem sagt miklu meira en að veiða og vinna fisk. Með aukinni sjálfvirkni og vélmennum munu mörg störf hverfa, svo sem í frumvinnslu sjávarfangs, en störfum sem krefjast aukinnar menntunar mun fjölga. Ein helsta áskorun hverrar greinar í atvinnulífinu er að laða til sín ungt fólk, konur og karla, þannig að greinarnar standist alþjóðlega samkeppni í framtíðinni. Þetta á við sjávarútveginn. Í þessari þáttaröð kynnumst við mismunandi störfum sem tengjast með einum eða öðrum hætti sjávarútvegi og síðast en ekki síst verður fjallað menntastofnanir sem einbeita sér að námi sem tengjast störfum í sjávarútvegi. En við skulum ekki bíða boðana, heldur heimsækja kælismiðjuna Frost á Akureyri sem með starfsemi víða heiminn. Erlend verkefni eru vaxandi þáttur í starfseminni og starfsemi fyrirtækisins felst í því að hanna, setja upp og þjónusta kæli- og frystikerfi bæði í landi og borð í skipum. Reynir Hjálmarsson er menntaður tæknifræðingur og hans hlutverk er spennandi og áhugavert. Verkefnin sem á teikniborðinu hjá Reyni, eða réttar sagt í tölvunni, eru mörg stór í sniðum. Hérna er unnið með öflug þrívíddarforrit. Já, tæknifræði nýtist vel í sjávarútvegstengdu starfi. Ég fór reyndar í stúdent fyrst, svona sem unglingur, sem veit ekki neitt, tók náttúrufræðibrautina og fór svo í Víðilskólann. Kláraði það, tók smiðjutíma og svo fór ég á sjó og það var eiginlega útgönguleiðin að stækja í tækniskólann. En þegar þú varst í náminu datt þér í hug að sjávarútvegur yrði síðan þinn starfsvettvangur? Það var nú ekkert markmið, en já, endar svoleiðis. En þetta er skapandi starf sem að þú sinnir hérna hjá Frosti sem tæknifræðingur? Já, mörg hann að líta. Það er þrívíddarhönnun og svo er það líka að velja í hluti og slíkt, sko. Stærða röralagnir og allt slíkt. Þegar við litum við var Reynir að hanna fullkomið fiskiðjuver á Íslandi, Dalvík. Við hönnum kæli- og frystikerfi fyrir í rauninni allt frá litlum kerfum og stór frystihús. Bæði fiskiðnað og svo það sem við kallum commercial, það eru verslanir og vöruhús. En eru þetta þá verksmiðjur og vöruhús hérna á Íslandi eða þið allan heim? Það er allur heimurinn. Það er við höfum mest verið hérna á Íslandi en svo höfum við verið með verkefni í Noregi, ég var með verkefni í Færeyjum, svo höfum við verið með verkefni í Rússlandi, það var í gangi eitt þar, annað nýbúið, nýsmíðaskip, rússnesk líka, þannig að það er heilmikið í gangi. Er tölvan þitt helsta verkfæri? Já, maður er mest á sínum bás bara fyrir framan tölvuskjáinn, en alls ekki eingöngu. Ég fer auðvitað snöggu sinnum hann út á Dalvík og skoða uppsendinguna og svo gerir maður ýmislegt annað. Ég var til dæmis bara í búð daginn að kaupa bolta og minkun fyrir verkið, sko, þannig að það er margt að gera. En maður sér það hérna á skjánum hjá þér að þú ert að vinna töluvert mikið í þrívíddartækni. Já, við teiknum í þrívídd, sem sagt kerfin. Og Reynir segir starfið margt spennandi og krefjandi. Jú, allavega þetta lítur svo vel út, en þetta verður svona að vinna þessu annað. En hönnunin, hún byrjar væntanlega þá í tvívíddinni og þú ert með hana líka hérna upp á skjánum hjá þér. Ég rauninni hönnu við kerfið á einlínu mynd í tvívídd og svo er þetta fært senn meir upp á þrívíddina.
Eru hraðar tækniframfarir í þessu, eru alltaf að koma inn, alltaf verið að bæta tölvukerfin? Já, allir mestu framfarirnir sé ekki í tölvum og stýringum og slíku. Grunnkerfið er líkt og var áður, sko. Kannski ekki breyst mikið. Teymisvinna lykillinn að því að leysa farsællega flókin verkefni, segir Reynir. Við erum hérna saman, strákarnir hér, svo erum við útibú í Reykjavík og það líka mannskapur sem maður getur leitað til. Þetta fer fram í gegnum, við notum Skype eða Teams. Getum hort á skjá og tala saman í leiðinni og horfa á sama skjáinn, sem mjög gott. Ráðleggurðu ungu fólki sem að huga að námi að gera það með einhverjum hætti sem að tengist sjávarútvegi? Ég meina sjávarútvegurinn er krefjandi og þeir eru á brúninni með framfarir og slíkt að þeir kalla á verkefnin. Þannig að já, eins og í þessari vinnu sem ég er í hér að það er alltaf sjávarútvegurinn sem kannski er stóri kúnninn, sko. Þannig að þetta er ekki bara fiskur sjávarútvegurinn? Nei, það er þjónusta líka við sjávarútveginn og hún getur verið margslags. Er þetta hátækni grein? Já, ég held að maður verður að segja það. Er þetta skemmtilegt starf? Þetta er fjölbreytt, já, og fjölbreytt skemmtilegt, krefjandi. Já, þetta er fjölbreytt starf og krefjandi, segir Reynir sem menntaður tæknifræðingur og starfar við að hanna kerfi í fiskiðjuver og skip þar sem heimurinn allur er undir. Við skulum þessu næst heimsækja verkmenntaskólann á Akureyri þar sem fjölmargar námsleiðir eru í boði, til dæmis í vélvirkjun og vélstjórn. Þetta er Lára Guðnadóttir, hún er að læra vélvirkjun og Jón Ólafur Jónsson er að læra vélstjórn. Hann er að ljúka sínu 15 námsári. Já. Það er svoleiðis, sko. Lára, hvers vegna ákvaðst þú að fara í þetta nám? Aðalega bara mamma og pabbi hvöttu mig til að fara í eitthvað nám sem myndi nýtast mér og ég hefði áhuga á. Svo ég ákvað bara að fara í vélvirkjun. Fórstu til námsráðgjafa fyrst? Nei, ég bara ákvað þetta. En hvernig hefur þér líkað í náminu? Bara mjög vel. En Jón Ólafur, hvers vegna fórst þú inn á þessa braut? Það er nú bara mikið af fólki í kringum mig, köllum aðalega, sem eru vélstjórar og hafa verið vélstjórar. Og mér fannst nú alltaf bara heillandi hvað þeir gátu gert við allt og reddað öllu og unnu fjölbreytt og skemmtileg störf. Þannig að ég ákvað að staða það. Fórstu til námsráðgjafa? Ég sóttist ekki í það, sko. En maður var skikkaður til námsráðgjafa, en það þurfti ekkert. Ég ákvað þetta þegar ég var 10-12 ára eða eitthvað. Haldið þetta sé svona praktískt, skynsamlegt nám? Já, ég held það. Það er allavega mjög auðvelt að komast út á vinnumarkaðinn eftir þetta nám. En hvaða ráð hafið þið til fólks sem er að fara þá í framhaldsnám? Hvaða ráð gefið þið nú ef að fólk er ekki alveg ákveðið hvert á að fara? Já, bara eingreinar svona yfir höfuð er alltaf mjög góð valkostur, held ég, sko. Það eru góðir atvinnumöguleikar í gangi og flestar eingreinar og vélvirkjun og vélstjórn er alveg einstaklega fjölbreytt fag. Hvað segir þú? Hvaða ráð gefur þú ungu fólki? Bara fara í það sem þið hafið áhuga og bara ekkert vera hræddir að fara í námi sem ykkur langar til að fara í. Og þú sér ekki eftir þínu námi? Alls ekki. Við kynnum okkur síðar í þættinum námsmöguleika við verkmenntaskólann á Akureyri sem tengjast sjávarútvegi. En áður en við gerum það skulum við fara til Siglufjarðar. Þetta er lyfjaþróunarfyrirtækið Genís sem meðal annars framleiðir fæðubótaefnið Benekta úr sjávarafurðum. Hólmfríður Sveinsdóttir starfar hjá Genís, hún er í grunninn næringarfræðingur. Hólmfríður er frumkvöðull þegar kemur að nýtingu afurða úr sjávarútvegi og hefur sérstaklega beitt sér fyrir samstarfi milli háskóla og rannsóknastofnana með stuðningi atvinnulífsins. Já, ég sem sagt flutti til Þýskalands og var svo sem ekkert alveg viss hvað mig langaði til þess að læra.
En ég hafði gríðarlega mikinn áhuga á efnafræði og lífefnafræði og svona þegar ég fór að skoða hvað var í boði þarna í háskólanum þar sem ég bjó, að þá sá ég næringarfræði og það var tiltölulega nýfarið að kenna næringarfræði við Háskóla Íslands. Þannig að ég hugsaði með mér að það væri tækifæri fyrir mig að læra eitthvað sem var svona bara rétt að byrja á Íslandi og var búið að vera lengi þarna til staðar út í Þýskalandi. En á þessum tíma varstu eitthvað farin að hugsa út í það að þinn starfsvettvangur síðan yrði sjávarútvegstengdur? Nei, ég hugsaði ekki neitt út í það, bara algjörlega 0. Þannig að, já, svona þegar ég hugsa tilbaka þá er þetta svolítið mikil tilviljun. Starfið með Theogenis snýst aðalega það að koma þeim miklu rannsóknum sem hafa verið stundaðar hérna í Genís. Það hefur átt sér stað alveg gríðarlega öflugt rannsóknarstarf hérna í Genís sem að Dr. Jón Einarsson hefur leitt og hans samstarfsmenn hafa unnið að. Og mitt starf snýst aðalega það að koma þessum rannsóknum á þá kítíni og kítósani í svona markaðsform, svona, já, koma þessu, sem sagt, segja hvað þetta gerir, hvað þessi vara Benekta, hvað hún gerir, segja frá þessum heilsusamlegu áhrifum sem að Benekta býr yfir. Já, ég nota mjög mikið tölvu, bæði í að rýna þá þessa rannsóknarvinnu sem hefur átt sér stað hérna, þær niðurstöður sem hafa komið þar út, og tengja þær við rannsóknir annarra og þá líka hvað að gera á markaðnum á þessu sviði sem við erum að setja Benekta-vöruna inn á, þannig að þessi fæðubótarefni. En það þá þannig að þitt tengslanet að það þá í raun og veru út víða veröld? Já, mitt tengslanet í rauninni bara heimurinn, ef svo má að orðið komast. Ég náttúrulega er í miklu samstarfi við bæði fólk í vísindum hérna á Íslandi, en einnig erlendis og svo ég náttúrulega í miklu samstarfi við þá sem að starfa út á markaðnum og að starfa í markaðsmálum á fæðubótarefni. Hefðbundinn vinnudagur hjá þér? Já, dagurinn hann byrjar náttúrulega bara yfirleitt á því að ná sér í kaffi og kveikja á tölvunni og síðan á ég náttúrulega í miklum samskiptum við mína samstarfsmenn, hvort sem þeir eru hér á Siglufirði eða í Reykjavík eða erlendis. Við erum að fara með Benekta núna inn á Þýskaland. Þannig ég hef verið í miklu samstarfi við og í miklu hef mikið verið bæði að skrifast á og tala við fólk út í Þýskalandi. Þannig að þú ferðast töluvert til starfsins vegna? Já, ég ferðast mikið. Það eru miklu möguleikar í störfum sem tengjast sjávarútvegi vegna þess að sjávarútvegur hann snýst fæðuöflun og okkur jú að fjölga og við þurfum að afla fæðu fyrir allt þetta fólk. Þannig að það alveg rosalega mikið og fjölbreytt störf sem að tengjast sjávarútvegi. Eins og til dæmis næringarfræði eða matvælafræði eða markaðsfræði eða öll þessi tæknistörf sem að snúa að veiðum, vinnslu. Þannig að það alveg gríðarlega mikil tækifæri og það í rauninni bara að vera ekki of þröngsýnn og þegar maður búinn að mennta sig að það bara að horfa svolítið breytt yfir sviðið. Eru mörg fyrirtæki á Íslandi sem eru að nýta sjávarfang og sýnist að þeim komi til með að fjölga á næsta árum? Já, það eru mjög mörg fyrirtæki í Íslandi að nýta sjávarfang. Bæði þá náttúrulega bara hráefnisvinnsla og síðan þessi áframvinnsla sem að bjóða upp á alveg gríðarlega mörg og mikil tækifæri eins og til dæmis Genís að vinna að þegar við erum að vinna virkefnið sem að í Benekta, það að koma úr skeldýrum. Og það eru fleiri fyrirtæki á Íslandi sem að horfa í þessar svokölluðu hliðarafurðir sem verða til í þessari hefðbundnu fiskvinnslu. Og síðan náttúrulega alltaf verið að leggja meira og meira áherslu á að markaðssetja, fá betra verð. Og þar líka að skapast bæði störf og verða til ný fyrirtæki. Þannig að ég held að það mjög mikið af fyrirtækjum á Íslandi sem tengjast sjávarútvegi á einn og annan hátt. Hvað ráðleggur þú ungu fólki sem að spá í framtíðin og á hvaða menntabraut það á að fara? Ég ráðlegg ungu fólki að mennta sig, það númer 1, 2 og 3. Því að menntun í mínum huga í rauninni að öðlast hæfileika á að tileinka sér viðfangsefni. Og síðan þessi viðfangsefni misvel við þig og en ég ráðlegg fólki að mennta sig og horfa síðan
bara yfir sviðið. Því að þó þetta sé ekki akkúrat starf sem að þú menntaðir þig í, að þá ertu búin að virka ákveðin hæfileika hjá þér að tileinka þér viðfangsefni. Þannig að vera bara líta á þetta með opnum huga og prófa. Þannig að sjávarútvegur, hann miklu, miklu meira en fiskur? Já, sjávarútvegur miklu meira en fiskur. Það í rauninni, það svo margt og fjölbreytt starfsemi sem að tengist sjávarútvegi. Þannig að það ekki bara að veiða og vinna fisk, það þarf líka að selja og það þarf að þjónusta þetta og það þarf að rannsaka og þróa þannig að það mjög margt sem tengist sjávarútvegi. Aftur liggur leið okkar í verkmenntaskólann á Akureyri þar sem nokkrar deildir tengjast sjávarútvegi sterkum böndum. Hér koma nemendur inn á fyrsta ári í grunddeild málm- og véltæknigreina og velja sér svo svið eftir það og vélstjórnin þar mjög áberandi vinsæl. Þetta 5 ára námspakki með ýmsum réttindum inniföldum og margir fara á sjó og starfa sem vélstjóri til sjós eða jafnvel vinna í landi við viðhaldi eða eitthvað svoleiðis. Hér líka hægt að taka styttir í námsbraut eins og vélvirkjun. Vélvirkjur mikið að þjónusta sjávarútveginn, bæði skipin og landvinnslurnar. Stálsmiðir, áður stálskipasmiðir. Við erum að útskrifa þó nokkuð marga. Við erum stærst á landinu í þeirri grein og eins líka í Malmsöður sem svona styttri námsbraut. Blikksmíði, þeir koma þessu að einhverju leyti líka og svo náttúrulega má nefna rafdeildina líka því að hér í bæ eru öflug fyrirtæki sem hafa sérhæft sig í rafmagni fyrir skip og allt þær í kring. Verðandi nemendur, hversu mikilvægt að þeir fari til námsráðgjafa og ræði málin í hvaða deild á að fara? Það mjög misjafnt hvað þau eru einbeitt þegar þau koma hérna. Það alltaf töluvert brottfall sem alveg eðlilegt. Það ekki þar með sagt að þú sért búin að finna fjölina þína 16 ára. Þannig að við reiknum alveg með því að það fækki dálítið nemendum hérna á fyrsta árinu. En við erum með öfluga námsráðgjöf og svo námsráðgjöf í grunnskólanum líka og við erum með kynningar fyrir grunnskólanema og það virðist samt og erfitt að koma til skila öllu því sem við viljum segja. Til dæmis maður heyrir enn talað að iðnnám sé blindgata, sem það alls ekki. Það orðið miklu auðveldara heldur en var að taka stúdentspróf með iðnnámi. Og ef þú kemur með góðan feril úr grunnskóla, þá mjög líklegt að þú getur lokið náminu samhliða. Það að segja iðnnámi og stúdentsnámi. Þannig að þetta opnar leið inn í háskólana ef að þið vilji stendur til þess? Já, algjörlega. Og að því ég nefndi nú vélstjórnina áðan, ef að menn ætla sér að nota þetta sem undirbúning, til dæmis í vélaverkfræði eða eitthvað svoleiðis, þá stúdentsprófið komið með allri stærðfræði og raungreinum og öllu sem til þarf eftir 4 árin. Loka árið eingöngu faggreinar. Þannig ef þú ætlar þér ekki að starfa sem vélstjóri, heldur fara í verkfræði eitthvað svoleiðis, þá 4 ára námspakkin alveg nóg. Og inn í þessum 5 ára pakka, þetta svona stigskipt, þetta A, B, C og D-réttindi. Eftir 3 ár ertu komið B-réttindi í vélstjórnar og aukinn heldur búinn með iðnnámsbrautina vélvirkjun. Og eftir ári viðbót þá hækkar réttindin, þá ertu komið C-réttindi svokölluð og komið stúdentsprófið. Og svo D-réttindin veitir, við erum með gæðavottaðan skóla og við og Tækniskólinn í Reykjavík erum einu skólarnir sem kenna vélstjórn til fullnustu og vélstjórnir okkar fá alþjóðleg réttindi að uppfylltum skilyrðum. En nemendum sem kannski snýstu hugur að einhverju leyti í miðju námi, hvað þá? Það fer svolítið eftir í hvað átt hugurinn snýst. Það til dæmis miklu einfaldara að hætta við verknám og fara í bóknám því að það hægt að þjappa því meira saman í bóknáminu. En í verknáminu þá þetta yfirleitt þessi áfangi, svo næstu kemur framhaldsáfangi og slíkt. Þannig ef þú kemur hérna inn með stúdentspróf og ætlar að vera rafvirki, þá þarftu samt að vera hérna í 3 ár. En ef þú kemur sem rafvirki og vilt vera stúdent, þá getur klárað það svona 1,5–2 kannski, með mjög góðu móti, jafnvel styttra.
Þeir sem eru hérna í vélstjórn, ég held að langflestir farið eitthvað á sjóinn og ég stundum í vandræði með það því að ég þarf að fara á sjó í viku, verður það ekki allt í lagi, þannig að þeir eiga til að mæta verr en ella. En margir eru að stefna líka á virkjanir. Vélstjórar eru eftirsóttir í virkjanir allt land og í raun geta vélstjórar gert bara það sem þeim sýnist. Þeir læra svo margt og þetta er svo viðfemt nám. Þannig að sjávarútvegur miklu meira heldur en bara fiskur? Já, það er það. Og til dæmis stálsmiðirnir okkar, þeir stærstur hluti þeirra fer í slippinn, en svo erum við með önnur öflug fyrirtæki, Hamar og Útrás og fleiri. Og það, þó að þeir séu kannski ekki að vinna í skipunum, þá er það oft þannig að það er það mikið að gera, það koma svona álagstoppar í slipnum, þá annarkvort fá þeir einhver verkefni frá slipnum eða jafnvel bara að lána mannskapinn á staðinn. Þannig að ég held að langflestir komi eitthvað nálægt þessu sem eru í þessum greinum. Við kveðjum Verkmenntaskólann og höldum í aðra menntastofnun, Háskólann á Akureyri. Þar er í boði að læra sjávarútvegsfræði. Þetta er víðtækt nám og nemendur geta einnig fengið gráðu í viðskiptafræði. Forseti nemendafélagsins er ekki vafa að þetta sé á margan hátt hagnýtt nám. Þetta er mjög fjölbreytt nám með mikið svona raunvísinda bakgrunn, grunn og viðskiptagrunn og svo blandað saman. Og með megin áherslu náttúrulega á sjávarútveg og sér fög sem tengist því. Og þetta er mjög fjölbreytt nám í eðli sínu með því að vera með þetta raunvísindi og viðskiptin saman svona. Og svo þessi fókus sem er á sjávarútveginn sem er allavega svolítið mikilvægur á Íslandi og víðsvegar heim. Sjávarútvegur er alþjóðleg grein, en hversu sérstakt er þetta nám á alþjóðlega vísu? Þetta er eina bachelornámið sem ég veit og það er mögulega það sem er líkast þessu er úti í Noregi, í norður Tromsø, en þar verður ekki sjávarútvegsfræðingur fyrir en eftir 5 ár, en hérna fær maður eftir 3 ár. En þið sem eru í þessu námi, hvernig horfið þið á ykkar starfsmöguleika? Er allur heimurinn þá undir? Já, raun. Og líka ekki bara innan sjávarútvegsins. Það er náttúrulega það að vera með svona víða þekkingu í alls konar hlutum að það er ekkert sem ætti að geta stoppað mann í raun. Eru sjávarútvegsfræðingar, eru þeir eftirsóttir? Já, að því sem ég kannski næst og mikið erlendis. Það er einmitt að vera í fagi sem er svona sérstakt á alþjóða vísu, það náttúrulega býður bara upp á það að starfsmöguleikar erlendis eru góðir. Og ég held að flestir horfa til Ísland sem leiðandi í sjávarútvegi og þess vegna að fá sjávarútvegsfræðing frá Íslandi, það hlýtur að vera gott. En hvað með frekara nám eftir að sjávarútvegsfræðinni lýkur? Er þetta að byggja ofan á það? Já, það er alveg hægt að byggja ofan á það. Fara til dæmis í viðskiptafræðina eða síðan fara einmitt til Tromsø og læra og verða master í þessu og fá síðan norska heitið við sjávarútvegsfræðing en síðan einnig eru mastersnám hér og þar að poppa upp sem kannski eru nær þessu. Ég held að fólk hafi hort á þetta kannski ekki nógu vel áður og þetta er alltaf komið meira og meira í ljós að fleiri tækifæri í þessu. En hverjir eru það sem að fara í svona sérhæft nám? Það er bara alls konar fólk og ég held að það er mjög áberandi, það er fjölbreyttur hópur. Það er náttúrulega fólk sem tengist sjávarútvegi gífurlega mikið, en svo eru aðrir sem bara vita koma inn í þetta svolítið bara blint svona og svo náttúrulega lærir helling bara strax, þá bara erfiðari brekka fyrir þá, en það er alls konar fólk sem er komið og jafnt kynjahlutfall og aldurspilið er breytt þó að það sé náttúrulega meira fólki sem er nýskriðið upp úr framhaldsskóla sem er að koma heldur en eldri. Er þetta spennandi nám? Þetta er mjög spennandi og einmitt það að hafa þetta svona fjölbreytt, það gerir, allavega persónulega finnst mér það mikið skemmtilegra að læra, að maður sé ekki alltaf í sömu fókuseringunni, að maður fái að gera hitt og þetta og það er svona ólík fögin. Þegar þú horfir á sjávarútveginn, íslenska sjávarútveg, þetta er þá miklu meira en bara fiskur? Já, þetta er mikið meira en fiskur. Það er náttúrulega gífurlega tæknum framfarir á ári hverju varðandi bara alla hluti í sjávarútvegi. Og svo líka bara hvernig við nýtum, þó þetta sé
náttúrulega mestmegnis fiskur, þá nýtum við fiskinn alltaf betur og betur og búum til nýja hluti sem hægt að gera eitthvað virði úr. Og það á bara eftir að þróast áfram og fleiri hlutir verða til úr þessum geira. Í næsta þætti höldum við áfram að skoða hvaða möguleikar eru fyrir ungt fólk í sjávarútvegi þessari margþættu atvinnugrein.